Þakka fyrir. Verið velkomin hérna á íbúafund sem við höldum hérna vegna aðal- og deiliskipulagsbreytinga. Það eru hérna örfáir gestir í sal og vonandi fleiri heima að fylgjast með þessum fundi sem strengt beint á Facebook síðu Hafnarabæjar. Hér verður farið yfir aðalskipulagsbreytinguna sem núna í auglýsingu og síðan verður farið yfir deiliskipulagsbreytinguna sem einnig í auglýsingu. Til að kynna aðalskipulagsbreytinguna Þormóður Sveinsson skipulagsfulltrúi hérna hjá Hafnarabæ og síðan mun taka við honum Bjarni Snæbjörnsson arkitekt sem kynnir deiliskipulagið. Við síðan tökum á móti fyrirspurnum, það opið fyrir fyrirspurnir á hérna úr sal og jafnframt á Facebook síðunni sem fundurinn strengt á. Þannig fundurinn sem sagt áætlað að fundurinn standi til klukkan 6 og reynum að halda okkur við þau tímamörk. Við töfðumst aðeins vegna tæknimála en það búið að kippa þeim atriðum í liðinn. Þannig ég gef Þormóði Sveinssyni orðið. Ég næli þetta bara í þig. Þá heyrist vonandi í mér. Komið sæl. Þetta nú dálítið skrýtnir tímar að vera að halda svona fundi við þær kringumstæður sem við búum í samfélaginu í dag, en þar kemur tæknin og hjálpar okkur, en það alltaf gaman að sjá einhverja gesti á þessu fundum svona þegar maður byrjar að tala. En eins og Ólafur Ingi, formaður Skipulags- og byggingaráðs kom inn á, þá ætla ég að byrja á því að kynna svona grunnforsendunar fyrir í raun og veru þeim tillögum sem við erum hérna svona að fara að líta á og velta fyrir okkur í dag. Og það svona til þess að fyrir þá sem kannski ekki öllum þessum málum kunnir, þá rétt að byrja á því að segja frá að hvert sveitarfélag á að í raun og veru skilgreina landnotkun og hvernig sveitarfélagið ætlar að nota það land sem hún hefur til ráðstöfunar, og það gert með svokölluðu aðalskipulagi. Nánari útlistun síðan á hvernig þetta land notað gert í næsta stigi af skipulagsvinnu sem heitir deiliskipulag. Og það sem við erum að leggja til grundvallar hér í raun og veru það að við erum að fara að skoða að breyta landnotkun á ákveðnu svæði úr opnu svæði í íbúðabyggð. Og þessar tillögur ganga í raun og veru út á það að skýra hvernig það fer fram og í raun og veru að uppfylla þau ákvæði sem skipulagslög og skipulagsreglugerð kveða á. Fyrsta sem við ætlum að skoða hérna náttúrulega Hjallabraut Víðistaðatún, og þau ykkar sem hafa lesið auglýsinguna vita að við munum taka fyrir annað svæði í kjölfarið. En ef við skoðum í raun og veru einn af þeim grunnum sem við byggjum þetta á, þá það gildandi aðalskipulag Hafnarfjarðar, og ef við fengi fyrstu slædu hún... Já, ég þarf að íta, greinilega. Já, það að segja að Hafnarfjörður með í gildi aðalskipulag, og í gildandi aðalskipulagi Hafnarfjarðar sem frá 2013 til 2025 sett fram stefna mögulega á þéttingu byggðar og að taka svæði til notkunar bæði út frá umhverfissjónarmiðum og fleiri slíkum þáttum. Nú á grundvelli þessa orðalags sem þarna bein tilvitnun í gildandi aðalskipulag, þá var farin sú leið að skipulags- og byggingarráð Hafnarfjarðar skipaði hóp sem fór að vinna að Hafnarfjörð og hugmyndir þéttingu byggðar á grundvelli þessa setningar. Og það var skiluð greinargerð yfir þá vinnu, og sú greinargerð var samþykkt í 27. janúar 2016.
og að henni stóðu 4 sérfræðingar ásamt aðstofafólki þar sem þau fóru í raun og veru í gegnum Hafnarfjörð og út frá þessu og í raun og veru líka ákveðinni vinnu sem liggur til grundvallar og vegum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, þá var farið að skoða ýmis svæði. Eitt af þessu. Nú ef við skoðum þá þetta í raun og veru fyrsta skrefið í þessum skipulagsbreytingum og í því felst að í raun og veru sveitarfélagið, og þið sjáið litin á þessum uppdráttum, þar búið að skilgreina annars vegar hvar eru grein og þjónusta. Blái liturinn tákn fyrir þau svæði sem við ætlum að nýta undir íbúðar. Kynna var að í raun og veru auka á það svæði sem færi þá undir íbúðarbyggð meðfram Hjallabrautinni. Og það í raun og veru þessi rauði hringur á uppdrættinum sem við sjáum þarna til hliðar. Ég veit ekki hversu vel hann sést þarna aftast í salnum, en ég get reynt að teygja mig á það að hér í raun og veru svæði sem að ræða og það að fara þá úr grænu yfir í fjólublátt til þess að byggðin verði heimiluð þarna. Nú, það kunna að vera ýmis sjónarmið sem fólk hefur varðandi svona breytingar og þess vegna í raun og veru aðalskipulagstillagan auglýst líka og við það á fólk að hafa tækifæri að koma sjónarmiðum, athugasemdum á framfæri og eins og Ólafur Ingi kom inn á að senda okkur inn fyrirspurnir. Nú, auglýsingartíminn fyrir aðalskipulagsbreytingu 6 vikur og á þeim tíma hefur fólk tækifæri til að koma sjónarmiðum og skoðunum á framfæri og við óskum eftir því og biðjum þær. Nú, það kannski sjálfur sér ekki mikið meira að segja þetta, að þegar mann kann að finnast þetta lítið, svona þegar mann horfa á þessan uppdrátt, en svo kemur deiliskipulag sem skýrir í raun og veru þessa breytingu enn betur. Við getum sagt að munurinn á milli deiliskipulags og aðalskipulags sá að ef við færum með stækkunargler á þennan fjólubláa bleðil þarna og stækkum hann upp, þá færum við að gera okkur grein fyrir því hvernig húsin, götur og annað mun raðast á þetta svæði sem þessi breyting nær til. Nú, svona til þess að menn hafi svona tölurnar á hreinu, þá í raun og veru í þessari breytingu felst fyrst og fremst það að Víðistaðatúnið minnkar 1 hektara. Það 1 hektari sem fer undir fjólubláan lit af núverandi stærð Víðistaðatúns. Það að segja, ef ég man tölurnar rétt, þá minnir mig að Víðistaðatúnið í dag 17 hektarar en fer niður í 16 við þessa breytingu. Það að segja 10.000 fermetri í heild sinni. Svæðið. Það ekki allt svæði sem fer undir þetta, þið munu sjá það á deiliskipulagstillögunni sem kemur á eftir, að hún gerir ráð fyrir því að smá hluti af þessu svæði sem fjólublátt þarna verður svona tengisvæði, grænt svæði sem á tengja annars vegar fyrirhugaða byggð og í raun og veru Víðistaðatúnið sjálft. Það ekki gert ráð fyrir í raun og veru öðrum breytingum á aðalskipulaginu þetta. Með þessu aðalskipulagsbreytingu fylgja ákveðnar skoðanir á verndun og fornminjum og svo framvegis eins og lög og reglur gera ráð fyrir. Og ég ætla þá ekki að vera að hafa þetta mikið lengra varðandi þetta. Nú munu þau taka við og kynna sjálfa deiliskipulagsbreytinguna. Það að segja Bjarni Snæbjörnsson arkitekt og Snædís Bjarnadóttir arkitekt. Gjörðu svo vel. Ég skal hengja í þig. Þetta nú ekki fálkaorðan, en þetta næstu bærfið. Hörðu, annað, eitthvað þykkt í honum. Það ekki hægt að spenna þetta eitthvað út. Þetta vil ekki leiða þær að tala. Já. Já, allt þetta var á hvolfi. Var þetta á hvolfi? Snýri þessu við?
Þann sem farir heil. Getur, Já. Núna gekk þetta? já, takk fyrir. Komið sæl, allt saman. Nei, þetta er alls þetta hér. Komið sæl, allt saman. Ég ætla að kynna hérna breyting á deiliskipulagi í Hjallabraut og hérna við höfum stöndum á þessu, ég og Snædís Bjarnadóttir. Ef við bara byrjum að fletta, þá er hér svæði sem hafa að ræða. Við þekkjum öll skátaheimilið, Hjallabraut og rauða punktalínan er svæði sem við erum að fjalla hérna. Og þetta er deiliskipulagsmörkin, það er sama svæði og við vorum með og sýndum áðan. Og hér er svo lóðin sem er 5.850 fermetrar eins og hún er þarna. Síðan kemur hérna deiliskipulagstillagan. Hlutin hér, aðkoman að húsunum hérna. Getur ég að nota þetta svona? Hérna. Hér verður komið fyrir djúpgámum fyrir sorp. Húsunum og í tveimur hlutum, það eru 4 íbúða raðhús og 3 íbúða raðhús, eða húsaraðhús. Og hægra megin eru 3 einbýlishús. Raðhúsin eru 150-155 fermetrar á 2 hæðum og einbýlishúsin eru 185 fermetrar. Og nýtingarhlutvallalóðin er 0,27 og við reiknum með þessi bílskýli við hvert hús. Og svo var ég búinn að tala djúpgámana. Og hérna höfum við gert skuggavarp og hérna sýnum við skuggan í júní klukkan 10. Þá er sólin að taka upp hérna hægra megin og síðan í júní klukkan 13:30 sjá hvernig skugginn breytist og svo að kvöldi til seinnipartinn klukkan 17. Og svo september mars klukkan 10 og september mars klukkan 13:30 og síðan september mars klukkan 17. Þannig sjáum við hvernig skugginn fyrir eftir sólarganginum af húsunum yfir á næstu hús. Síðan gerum við hérna sneiðingu, sjáum hérna rauðu píluna þarna, hvar hún er tekin í svæðið og hér sjáum við, þetta er 4. hús að ofan. Þetta er í gegnum það sem raðhúsin eru 2 hæðir og einbýlishúsið þarna hinum megin, hægra megin. Sjáum við hérna betur, þetta er sama myndin, aðeins stærri. Og þarna eru raðhúsin merkt 150 fermetrar og einbýlishúsin 180 fermetrar. Og hérna kemur píla sem sýnir það að raðhúsin efri hæðin raðhúsin með það hærri að maður sér yfir einbýlishúsin. Og þess vegna getur maður séð niður á Víðstaðatún og upp á Helgafell á þessum stað. Síðan er hérna önnur sneiðing, þá sjáum við skátaheimilið og hliðina á einbýlishúsunum og svo í gegnum næst síðasta raðhúsið. Og svo hérna út í hrauninu, vinstra megin við Hjallabraut er hús þarna ofan í hrauninu. Hérna sjáum við þetta betur. Hérna er inngarður sem við erum með, sem er grafinn ofan í lóðina. Muninn hjá Hjallabrautinni kemur hérna upp að húsinu
og svo Ingarður og tvær og hérna þeir eru þaksvalir á húsunum á milli þessar kubbar þannig. Hér eru svo aftur hugmyndir af hvernig við hugsum þessi hús, hvernig við útfærum þau og það er að ræða því á alla kanta en þetta er svona hugmynd frá okkur. Ef við förum yfir einbýlishúsin þá er bílskýli þarna fyrir utan og svo anddyri og frá anddyri komum við inn í eldhús með borðkók og stofu. Inn með við eru geymslur og þvotahús og 2 salerni og svo geta verið 4 herbyggi í þessu húsi. Það er möguleiki að taka eitt og búa til hól hérna. Ef því er að skipta. Já. Það er skýring á myndinu. Já. Og síðan er hérna ráðhúsin, það er að sama máta, eru bílastæði fyrir utan, kjóm inn, þar eru hugmyndin að séu geymslur og þvotahús, salerni, hjónaherbyggi, 2 minni herbyggi. Og svo er það Ingarðurinn sem sést hérna og síðan er stigi upp á loft og þar komum við upp í eldhús með borðkrók og stofu og þar er hægt að fara út á svalirnar, dagsvalir. Þetta er bara hugmynd sem við leggjum fram. Eru dagsvalir fyrir ofan aðra hæðina? Já, það eru ofan á fyrstu hæðinni. Tryggja hús? Ha? Svo þú er komið með tryggja hæðina? Nei, það eru ofan á fyrstu hæðinni. Á fyrstu hæðinni? Já. Og svo koma hérna þrívítamyndir til skýringar á hvernig þetta liggur í landinu og að við stöndum vinstra megin við Hjallabraut, við horfum í norður, þá liggja húsin hérna upp eftir götunni og sjáum skjólveggurinn og mönin er dregin að veggnum þannig að við erum svona að sökkva húsunum eiginlega í mönina, getur við sagt. Og síðan verður plantað gróðri meðfram Hjallabrautinni og það er engin gangstígur þarna megin, en það er gangstígur hérna megin og svo hérna yfir. Þið eru gangstígur þarna megin núna? Hinum megin? Þar sem húsin koma? Jó, það er ofan á munni, en ekki við götuna. Nei, það var nú skipulag Norðurbæjar byggð á því að hafa ekki gangstíga meðfram götunum. Nei, gangstígun er á baku húsin. Sem er fyrir hendi. Það eru 2 gangstíðar. Og hérna koma þeir. Ef við ímyndum okkur að við komum frá Víðistatúninu, þá voru hér gangstíðarnir sem eru til staðar og verður haldið áfram. Og hérna liggja einbýlishúsin, hérna næst okkur, og svo bakvið eru ráðhúsin. Síðan er hérna hugmynd af þessa nýju götu og hérna hugsum við að sé róleg gata, einn og einn bíl, hvert hús og síðan eru svona trjágróður og þetta er svona göngugata í rauninni. Og svo er þetta svona innlit í þennan inngarð sem ég talaði um áðan og séum að hvernig herbyggjaskipan í ráðhúsunum er. Þá er ég búinn. Sundlaug þarna, hvað er þarna fyrir fram? Þetta er Ingarður og hann getur annarkvort verið hellulaður eða Speglast þetta svona? hérna, þetta er svona heitur pottur getur verið þetta líka. Svona bara hugmynd. Þetta er bara hugmynd. Herra, ég skal bara halda á þessu hérna. Hérna heyrist ekki alveg svona, bara halda á þessu. Aldrei gati. Ha? Ekki aldrei gati. Nei, ekki aldrei gati. Hérna, þakka fyrir Bjarni. Ég gleymdi að kynna mig áðan en Þormóður sá um það og
núna er búið að fara yfir þessar kynningar hérna á aðskipulaginu og deiliskipulaginu og það er opið fyrir spurningar ef einhverjar eru og að því að við erum hérna í útsendingu að þá mun ég ef það eru spurningur úr sal þá mun ég endurtaka þær þannig að þeir sem fylgjast með viti hvað er verið að fjalla og ég veit ekkert hver tekur á móti spurningum hérna. Ég er beintengd alveg við Facebookina. Já, það er hérna tengt beint við Facebook síðuna þannig að veit ég hvort það hafi komið þá spurninga þaðan. Það er, ef að byrja upp fyrstu, það er spurt hvers vegna má ekki vera grænt svæði þarna og er sérstök ástæða fyrir því að ákveðið er að skipuleggja byggð þarna. Er orðin skortur á skortur á lóðum og svo eru svona meiri kannski staðhæfingar fólk. Já, það er spurt að því hvers vegna er verið að skipuleggja byggð á þessu svæði og hvort sé skortur á lóðum. Svo ég byrji nú að svara þessa spurningu að þá eins og Þormóð kom að áðan þá þetta er eitt af þessu svæðum sem að fjallar og við höfum verið að fjalla sem þéttingarsvæði og þétting byggðar og þetta er raskað svæði, það er búið að vinna við jarðveginn þarna og honum hefur raskað. Þannig að við höfum verið að vinna þetta skipulag í þó nokkuð langan tíma og við þetta svæði að þessu og þannig að það liti á þetta sem tækifæri til að þétta byggð og hvort það sé þörf á þessum lóðum. Það er eftirspurn eftir lóðum svona almennt svona á þéttingarreitum. Ég get svo sem ekki svarað því öðruvísi en stefnan er að þétta byggð hjá okkur og það er stefna svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins að þétta byggð. Þannig að ég gott ekki svara þessu eitthvað öðruvísi en viltu einhver bæta við þetta? Já, það er kannski bara halda á þessu. Já, það er bara að leggja áherslu á það að sko þessi þéttingarskýrsla sem ég vitnaði í þarna í upphafi að hún er raun og veru vinna sem Hafnarfjarðarbær réðst að í kjölfar á samþykktum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu almennt að skoða innviða uppbygging eða þéttingu byggðar innan til að nýta þegar komna innviði og stefna var tekin í raun og veru það að beina sjónumanna varðandi nýbyggingar í þá átt frekar en út á nýbyggingarsvæðin. Þannig að þetta er svona sameiginleg stefna. Það er einhver spurning úr sal. Guðni Gíslason heiti ég. Langar aðeins að spyrja varðandi þessa þéttingarskýrslu. Hvaða meðferð fékk hún, opinbera meðferð hjá bæjarbúum? Er þetta vilji bæjarbúa að ráðast á græn svæði? Þetta er ekki eina græna svæði sem menn er að fara inn á. Og mér finnst þetta, þó svo einhver vinnuhópur vinni skýrslu, þá man ég ekki eftir að hún hafi fengið eina sérstaklega lögformlega umfjöllun og samþykkt. Það verður gaman að heyra kannski aðeins af því. Og hins vegar þegar að segja það að það sé eftirspurn til lóðum. Því að svara hér af formanni skipulags- og byggingarnefndar að það væri ekki verið að svara fyrir ábendingu fólks fyrir auglýsingafundurinn væri sem er núna. Þannig að allar þær ábendingar sem komið er ekki hlustað á. Það er fyrst klárað allt ferli og samþykkt og þá að fara að hlusta á íbúana. Þannig finnst þetta svolítið svona öfutgefið. Svo er verið að segja það að það sé eftirspurn. Hvar er þessi eftirspurn? Það var verið að fara í þéttingu við Hrauntungu. Þar var einn umsækjandi sem sótt lóðirnar þar. Eftirspurnin er þó ekki meira en það. Og þar var þannig að leið og það hafi sagt þá er stækkað. Þar var líka búið að teikna svona hús sem átti að sýna hvernig þetta yrði í endan. Hver eru endirnar þar? Er eitthvað að marka þetta núna? Þetta verði svona. Og svo finnst mér sérstaklega þar sem að kannski þannig að taka fyrir þessu. Það í sjálfsög ekkert endilega þessi hús, þetta eru áferðarfalleg hús og allt það sko. Og það er verið aðalega að sína þau. En það er ekkert verið að fjalla það að það sé verið að fara með aðkomu að þessu í gegnum bílastæði sem eru við skátaheimili, sem eru rauninni bílastæði skátaheimilisins, þó þessu fyrir utan lóðina. Það búið að taka önnur bílastæði því að það hefur stækkaður skóli, það voru stærri bílastæði fyrir Víðistaðatúnið.
Þannig það orðið fyrir eitthvað lítið að bílastæði fyrir viðstöðatúni. Þannig við að setja aðkomara beint fyrir framan innkomu af aðalingangi af félagsheimili. Manni finnst sko, þetta ekki eins og rætt við aðal eða neitt. Manni finnst sko, þetta ekki aðferðafræðin að samþykja og planga frá og fara svo að spyrja bæjarbúa. Vilja bæjarbúar vera að setja í græna reiti? Já, ég skal byrja að svara hérna að við erum í deiliskipulags- og aðskipulagsferli sem lögformlegt ferli og það koma þá inn athugasemdir í ferlinu og fólk getur haft alls konar skoðanir á þessu en það þurfa að koma inn í lögformlegu ferli skipulagsins og það var bæði við aðskipulagið og deiliskipulagið og það hefur verið vilji hjá sveitarstjórninni, bæjarstjórn og skipulagsyfirvöldum að fara á þennan reit sem við takjum sem dæmi og þetta sannarlega tækifæri til þéttingabyggðar og til uppbyggingar og gefur tækifæri að byggja þarna upp og eins og við komum áðan þá svæðið þegar raskað. Svæðið þegar raskað sem hefur verið að fara að byggja á og þannig að síðan varðandi aðkomuna það verður brugðist einu. Það varðandi aðkomuna það verður þá tekið á móti ábendingum varðandi aðkomuna og bílastæðið hvernig þau mála verða þá leyst komið athugasemdir varðandi það. Ég man nú ekki allt saman sko sem var sagt, en það stendur... Hvað segirðu? Hvaða feril þessi skýrsla fékk? Hún fór, þessi skýrsla fór fyrir bæjarstjórn. Var hún samþykkt þar? Það var ekki bara lögð fram til kynningar? Ég veit ekki hvort hún sé þannig plaggi, bara verða að rifja þau, hvort hún var samþykkt hérna í skipulags- og byggingaráði, en hún fór inn í bæjarstjórn. En hvort hún var samþykkt, ég bara þori ekki að fara með það. Þetta að byggja á þessar skýrslu? Já, við skulum bara hafa, þetta þessi þéttingarskýrsla, en við byggjum á svæðaskipulagi höfuðborgarsvæðisins. Og svæðaskipulagið segir okkur hvað við áum að gera. Og svæðaskipulagið, það æðra aðalskipulagi og svæðaskipulagið segir að við eigum að byggja inn á við. Við eigum ekki að þenni út byggð. Og svæðaskipulagið gildir til 2040, þannig að við eigum bara mjög takmarka byggingarland eftir til að byggja. Og það bara það sem við stöndum fram fyrir. Eitthvað... Já, ég vil kannski bara bæta við að sko ég gat þessi upphafi að greinargerð aðalskipulags Hafnarfjarðar kveður á þessi þéttingaráform þegar 2013. Við það bætist síðan í raun og veru skipulagsstofa höfuðborgarsvæðisins sem vinnur skýrsluna SSH 40 sem í gildi núna og á þeim grundvelli raun og veru til nánari skoðunar Hafnarfjarðarbæ sérstaklega tekin svo ákvörðun af skipulags- og byggingarráði Hafnarfjarðar að vinna þessa þéttingaskýrslu. Þannig að eitt leiðir af öðru í raun og veru. Þannig að þéttingaskýrslan í raun og veru bara rökrétt áframhald af í raun og veru því sem áður var búið að samþykkja og í gildi Nú varðandi þessar byggðina sem hér verið að kynna að þetta raun og veru bara afleiðing af þeirri kynningu og varðandi athugasemdir sem hafa komið varðandi ákomi bílastæði, nýtingu bílastæði og annað á svæðinu, þá eins og Ingi kom inn á, þá okkar tími að svara slíku eftir að auglýsingatíma lýkur og í raun og veru athugasemdir varðandi frá skátafélaginu varðandi bílastæði og slíkt, það bara inn í þeirri púlju og verður hluti af þeim svörum sem við þurfum að reiða höndum fram og gefa skýrslu og greinargerð og það verður þá sent viðkomandi aðilum. Nú ef það þá grundvöllur til samninga, viðræðina eða eitthvað slíkt eins og þú fólust í orðum þínum, að þá verður það tekið upp. Þannig að það að samþykkja deiliskipulag og auglýsingaferli, það ekki alveg enda punkturinn, það fullt af þáttum sem koma fram. Auglýsingaferlinu ætlað að ná fram athugasemdum og sjónarmiðum sem þarf að leysa. Og við erum með þessu að reyna að fá sem breiðasta sátt þessa tillögu. Til þess þessi fundur, eitt af skrefunum.
Hérna, það borist spurningar. það er borið spurningar. Já, það er hérna hvort að Hafnarfjörður hafi stefnur varðar verndun grænna svæða eða hvort að verið sé að beina sjónum inngöngu að þéttingu byggðar. Og jafnframt hvort að bærin geti ekki einbeitt sér að byggja á dvergsreitnum í staðinn fyrir að byggja á grænum svæðum. Og svo er jafnframt spurt skýrsluna líkt og var komið inn á hérna áðan með hvað hætti hún hefur verið samþykkt. Já, svarið hann með skýrsluna, hún var lögð fram og samþykkt í skipulags- og byggingaráði. Hún fór fyrir bæjarstjórn, ég bara get ekki munað það núna, þetta var 2016, hvað meðferð hún fékk þar, hvort hún var samþykkt eða hvernig það endaði. En allavega fór hún þar upp án þess að einhver heiði mótmælum. Varðandi græn svæði og stefnu bæjarins, þá er umhverfis- og auðlindastefna sem ætti að taka á þeim málum og aðalskipulagið. Ég geti svo sem ekki svara því öðruvísi. Og svo varðandi dvergsreitin, að það er samþykkt skipulag með teikningum eins og við erum að skoða hérna fyrir dvergsreitin. Það skipulag fór í kæruferli sem tók 14 mánuði og kom úrskurður nú í vetur. Og það er verktaki sem er með þá lóð og vonandi hefst þá uppbygging samkvæmt deiliskipulaginu mjög fljótlega. Það er allavega samþykkt deiliskipulag með 20 íbúðum á. Er þetta síðasta þéttingin við Hjallabraut? Það spyr hvort þetta sé síðasta þéttingin þéttingu við Hjallabraut og ég sé ekki að það sé hægt að þétta þar eitthvað frekar. Já. Hótanir að byggja ofan í bara að geta sagt setja önnur spurning úr sal. Að færa hérna hljóðnum með nærðir. Nær hann ekki hérna? Jú. Við fengum svolítið sjokk þegar við sáum þessar tillögur og svona bara fyrir ýmsa hluta sakir en Það tala verið hönd skátafélagsins. svona meðal annars hluta af þessum spurningum af þessari tillögu. Nú fær maður að í miðjunni og hlera hvað stór hluti af þessu bílastæði sem er hérna fyrir að hann fari undir þessa byggð svona með það er fyrsta spurning sem mér langar til að fá svöruð. Svo langar mér til þess að fá svöruð því þessum húsum, var þetta virkilega það eina bara allan að fyrstum sinn? Ef við byrjum aðkominni þá er hún náttúrulega, þetta er mjög þröng lóð og þetta er fyrir hendi bílastæði sem við hugsum okkur að fara í gegnum og inn á þessa lóð og svo vitum við náttúrulega ekki hvað
framtíðin byrja í skauti sér með hvað margir bílar eru við hvert hús og svoleiðis. Og stefna Reykjavíkurborgar er að fækka bílastöðum. Nú veit ég ekki hver stefna Hafnarbæjar er. Og þá hugsum við okkur þetta gæti verið svona vistvæn gata. Þannig að það sé ekki allt fullt af bílum og mikið af börnum í sömu götur. Það er hugmyndafræðin í þessu. Kannski að bæta. Ég skal reyna það leið að aka inn og út á öðrum stað en það var horfið frá henni vegna þess að það var talið meira svona umferðartæknilega meiri hætta sem fólst í því. Varðandi svona ég bæti við bílastæðin sko þá ef við vitnum í greinargerð aðalskipulags Hafnarfjarðar að þá göngum við út frá því að það getur orðið alltaf 2 bílar við hvert hús. Er kveðið á það að ef íbúð er að fylgja 2 stæði. Þannig að þetta er svona forsenduna sem við höfum. Okkur sýna á teikningar bara 1 stæði á lóð. Það er bara 1 heima. Er það forsenduna sem við notaðum í útreikningunum? Bílastæðin og ég hef alveg hlustað á og heyrt raddirnar frá skátunum og bara skil ég þær áhyggjur og ég er alveg fullviss að það má leysa þessi mál í góðri sátt við skátana varðandi bílastæðamálin hérna. Það eru náttúrulega bílastæði sem bærinn hefur afnotað eins og við skólan, Víðisstaðaskólann sem er svona 150 metrar frá og síðan eru það sem að Þormóður kemur inn á og Bjarni kom inn á líka er og var nefnt áðan við okkur eru að þétta byggð. Borgarsvæðið ákvað að fara í það að þéttingu byggðar og byggja inn á við og það var það náttúrulega fyrst og fremst umhverfismál og nýta innviði og ger mjög góð grein fyrir þessum þáttum í svæðisskipulaginu og með því að fólk kannski komist af með nýti almenningssamgöngur að meðan við erum að þenni út byggð að þá er fólk bara tilneytt að eiga 2 bíla. Með því að þétta byggð þá er möguleiki á því að innan fara ára verði almenningssamgöngum komið það horf og það mikið notkun á almenningssamgöngum að fólk kemst af með 1 bíl. Og við sjáum það, við erum endalaust að þenni út og við erum að byggja nýja skóla og þannig að þetta er eitt af markmiðum með því að þétta byggð. Það er ekki bara að því okkur langi til þess. Heldur er þetta umhverfismál og þetta er að stærsta hluta til og það að fara vel með fjármuni og nýta þá innviði og almenningssamgöngur geti nýst okkur sem best á allan hátt. Þetta mætir eðlilega andstöðu í það og það er bara, og ekki bara hér, í kringum okkur. Leikskólanum og skólanum og svona. Talsvert bíla, meira en 2 bílar á hús, almennt séð. Eitthvað kannski sem fylgir stærri húsum, það eru uppkomin börnmjöla og annað sem eru með bíla. Það færa mig kannski að því að það er fólk að horfa, kannski. Ég er ansi hræddur það að bílastæðið þarna verði í talsvert mikil notkun af
húsunum þarna og að það muni setja ansi mikið strik í reikningin. Það eru fermingaveislur og ýmislegt annað í Hraunbyrgi, það er að segja veislur og ýmislegt fleira. Þannig ég ansi hræddur að þarna þurfi að skilja eins á milli. Má íbúðabyggðin mega þeir bara leggja það, er einhver mörk á því? Það að keyra að einhverjum 10 húsum það bil í gegnum bílastarfsemi. Þetta bara ég veit ekki til þess að séu fordæmi fyrir þessu nokkuð staðar en yfir í hvernig þetta er útfært. Það er að segja að bílastæði sem fyrir það er bara nýtt sem innkeyrsla eða inn- og útkeyrsla ef ég skil þess að teikningar rétt, sko. Mér þetta gaman bara að bara svona almennt sé með bílastæði að sjá þessa nálgun einhvers staðar annars staðar. Ég bara sé þetta ekki fyrir mér, sko. Þannig ég velti þessu fyrir mér að lágmarki fyrir utan það að byggðin sé þarna yfir höfuð. En með aðkomuna og kannski frá hönnuðinu, sko, svona út frá faglegum sjónarmiðum, sér þú ekki einhverjar aðrar útfærslur á þessu? Það er voðalega erfitt að segja. Það sökkva sig í það á alla kanta. Það er líka hægt að breyta þessum göngustígi yfir Hjallabrautina og vera með aðkomuna það. Það er allt hægt, sko. Við höfum sent, sko, þá sendum við bæjarstjórn en þetta er það eina sem við erum jafn áhyggjufull í dag fyrir utan það yfir höfuð, sko, umræðan að það sé byggð þarna, en þá erum við jafn áhyggjufull og við vorum þarna snemma og finnst þetta eiginlega frekar minna á frekar en einhverja að taka neitt yfir, það er bara að vera að ræða og svo finnum við lausnina þegar allir verið. Eins og ég sagði áðan þá höfum við heyrt þessar þær munu koma sem athuga og saman með bílastæðamáli stað öryggis. Spurning? Það eru hérna nokkuð þessari sem er hérna núna. Barnaskóla Hjallastefnunnar hins vegar. Spurt hver verður umferðaraukning inn á bílastæðið, hver er aukning í slysahættu fyrir gangandi vegna aukningu umferðar inn á og til og bæta við heilsugæslu. Hver bað breyting, hvernig þessar breytingar hafa og gróði fyrir Hafnarfjarðarbæ í verklok byggjur per fasteign eftir byggjum og það koma dálítið fleiri þannig að það Já, varðandi fasteignagjöldin og ekki svör hér á reiðum höndum. Þessar breytingar. Já. Þetta er sem sagt
Ein af þeim þéttinga Já, það er það sem er átt við. breytinga frá fyrri tillögu. Var farið í að þetta síðan og það var skipulagsgerðinni að þá var sem sagt önnur arkitektastofa fengin í það, ef ég get svaraði þannig. Já, síðan er líka spurning, það kemur hérna, þetta hefur verið tekið saman. Það er sem sagt varðandi umferðarmálin, það var gerð umferðargreining fyrir 14 hús, ef maður rétt, 14 íbúðir og það kom var sem sagt frá fræðsluyfirvöldum hvað áhrif þetta hefði á skóla og varðandi umferðarmálin þá eru áhrifin á umferðarmálin inn á Hjallabrautina nánast engin við þann fjölda sem þá var gert ráð fyrir eitthvað 14 íbúðir og hefur ekki heldur nein áhrif inn í skólamálin. Ég hef ekki nein svör varðandi heilsugæslu. Það má skoða þetta. En þetta, já, má skoða og koma með þetta inn í athugasemda. Spurning og það snýr. Það bæta við. Skoðaði kjölfar áformum, þá voru skoðuð hérna og Hrafnistu, það er að segja það er nú notið dálítið í umferð þar. Þegar bæði þessi uppbygging með rúmlega 10 íbúðum pluss uppbyggingin sem væntanlega er í kringum DAS, að þá var breytingin væri óveruleg á umferðargetu gatnakerfisins. Já, það er líka hérna spurning að Hrauntungu 5 í rauninni, það er að náði fram breytingatillögu sem var samþykkt án faglegrar umfjöllunar í skipulags- og byggingarráði þvert á öll loforð og kynningar að engu yrði breytt. Slíkt endurtaki sig. Þannig að auglýst nú verði það sem að taka fram að það er sem sagt ekkert bara ákveða með tók jákvætt í breytingu Hrauntungu og síðan eru sem sagt deiliskipulag búnum teikningum sem við vorum að vinna. Þannig að það er alltaf í höndum bæjarstjórnar að ákveða það hvort að sé ástæða. Já, það er Það kom aðeins einu sinni upp fram og ég það sé þétt og það er svolítið eðlilegt. Við vorum aðalskipulagi til þess að það verði.
Hún ætlar mér að breyta því, þannig að verja og komið fram mikilvægt að fá að vita hvaða nákvæmlega afgreiðslu fékk þessi þéttingaskýrsla. Var hún samþykkt að var bara tekið allt sem hún lagði til, við ætlum bara að gera þetta. Því að nú verðist vera að springur að tíma upp eitt og eitt þarna upp úr og þú veist, það hefur rætt óla runnstúni þetta, það hefur verið að taka hringbrautina og fleira og ég veit ekki til ákveð vitum hefur hún eitthvað skipla vitni þetta ekki að sem að vera að gera þeir átt að fara að setja ekki fór samþýtt fyllt og svæðið fylgja þéttingaskýrslu mjög skýrslunni er hægt að eru í þessa skýrslu og verður þessar bærinn og já, það er framfyrir eignarnám og það er Ég var að kynna það og ég heyri það á spurningu þinni Gísli. Það sem þetta í raun og veru þessa landsskipulag.
til skip sveitarfélag að sem menn hafa hér í hafð fær í raun þar öllu höf þar tek valkost að að varpast atvinnumál þessi svona góðum búskap núna hvert að koma von en við fremla niður gerðu Hvað hús er við náttúrulega hreyfing þeirra ekki fólk það
Alls sjálft framkvæmda leyfið. Það eru fleiri spurningar hérna. Það er spurt, hefur bærinn myndað sér skoðun á mögulegum ruðningsáhrifum á fyrirsjáanlegum bílastæðaskorti sem verður til þess að færa jaðarinn enn frekar? Jaðarinn. Já, er jaðarinn þá á sem sagt, þessu svæði? Það var okkur við reikna nú með inn á túnið í lengra inn á ekki komið það gert. Þessi byggingareitu við skólan. Við gæfum okkur að það er byggt þar sem er líka bara sem bílastæði. Það er svona út í Hallaflötu. Það er þá við Eru hérna sé ekki fyrir huga sem er við þessi skoðun á hérna svæðinu, þetta nær ekki svo langt, við erum ekki svo langt inn á Víðistaðatúninu og það er annar sem spyr af hverju það hafi verið horfið frá varðandi stækkun húsa, ef ég man rétt þá var upphaflega gert ráð fyrir 14 húsum þarna og þannig að þeim fækkar niður í og fyrir og 5 fermetra. Þannig að þetta er svona kannski svip. 180. Kannski. Einbýlishúsinu er komin á móti. Það er komin einbýlishús þarna. Byggingarmagnið minnkað ekki. Með upphaflegu tillöguna, það voru 14 hús, þá hefur byggingamagn minnkað. Já, með upphaflega tillögu, það voru 14 hús en núna eru þau komin í 10. Nei, 10. 10 hús. Það er 7 og 3. Það eru sem sagt Það eru 7 íbúðir í Ráðsalengjum. 7 íbúðir í Ráðsalengjum og 3 einbýlishús. Einhverjar fleiri spurningar einhverstaðar? Já, það er margt af þessu dálítið keimlíkt því sem hefur komið fram nú þegar en það er ein athugasemd að það er menn velta fyrir sér hvernig að með aukinu umferð slíku að sé þetta draga Svara þessu. En þetta sko Þetta er sama inngeirsla á tjaldstæði og fyrir þessu nýju hús. Það er stækkið tjaldstæði og aukið bílana líka fyrir sömu inngeirslu. Já, þetta er sem sagt eins og þó nú kom inn á áðan þá var sem sagt gerð umferðargreining hérna og að sjálfsögðu eru umferðarmálin og umferðaröryggismálin sérstaklega alltaf til skoðunar og það verður eflaust gert þarna ef verður talið einhver hætta á auknu, sem sagt vandi einhver upp á umferðaröryggi.
setja niður hús þarna. Þið skálda heimili það onni. Ekki onni, þetta Mjög nálægt. Þið veitir, það er er byggingar. hinum með göngustíðin. Þú veist að það er byggingaréttur á skáldheiminn á göngustíðum. Þannig þið eru komin að sé nála þegar það er komið. En þetta eru akkurat ábendingar sem við munum taka til skoðunar. Þetta kemur hérna fram á fundunum, sjónarmið að fækka íbúðir og í kjölfarið á því. Þetta er að draga úr slysahættu að hafa aðkeyrslu að íbúðahverfi yfir göngustíg sem liggur að æskulýsheimili. Þetta var að tala göngustíginn sem liggur yfir Hjallabrautina. Já, hann liggur líka yfir Hjallabraut. En eins og ég segi þá er verða þessi mál náttúrulega skoðu og það verður náttúrulega gætt að því að það sé ekki verið að stofna öryggi vegfarenda í hættu. En hefur ekki átt að athuga það var ekki upphafi? Það var það sem ég var að benda á áðan að það liggur fyrir þessi skýrsla verkfræðistofuna sem skoðaði umferðarmálin með aukninguna í huga. Vöxtinn á Hrafnistu pluss þessa byggð og inn í þessum skoðunum þeirra er ekki bara gatnakerfisins og ábendingar hvað hugsanlega þurfa að gera. Skýrslan er sem sagt til og hefur lögð fram hérna í skipulags- og byggingaráði og í bæjarstjórn. Þannig að hún er til staðar og hún er meðal annars þegar þar að kemur. Meira sem að það er að sjálfsögðu er þessi alltaf hægt að horfa á þessu upptöku og það er tekið skrifa niður þær athugasemdir sem að koma hérna fram, hvort sem eru á fundunum eða gegnum Facebook síðuna og þannig að það verður á fundagerð sem að verður þá fylgigagn með málinu. Það kemur fram hérna frá stjórnanda útsendingar að þessu verður strengt aftur klukkan 8 í kvöld, þessum fundi. Þannig að ef það er ekki fleiri spurningar, þakka ég komuna. Og það er annar fundur sem að hefst kort á Hlíðabraut. Það sem að 6 íbúðir. Sem að við erum að En ég þakka og ykkur sem fylgdust með og senduð inn stökuna. Takk fyrir. Sem eru til umfjöllunar. Skila inn athugasemdum fyrir aðskipulagið, hann rennur út 2. júní. Og frestu til að skila inn fyrir deiliskipulagi rennur út 19. júní. Og það eru leiðbeiningar á heimasíðu bæjarins hvernig á að skila þessu inn og eins er hægt að skoða tillögurnar betur þar einnig. Sem sagt á heimasíðu bæjarins, það er farið inn í íbúar. Kynningu.